Verið velkomin í Hljómahöll, þar sem fullkomin aðstaða fyrir árshátíðir, veislur, ráðstefnur og viðburði af öllum stærðum og gerðum. Við þjónustum þinn viðburð frá A til Ö. Nánari upplýsingar á hljómahöll.is. Komið sæl og verið velkomin í Suðurnesja Magasín. Í þætti vikunar heimsækjum við tónlistarmanninn Gísla Kjaran Kristjánsson sem semur tónlist þegar hann horfir út á Eldey og magnað umhverfi Hafna á Reykjanesi. Við fræðumst nýja varnarliðssýningu í Dús Safnahúsum og aldarfjórðungsafmæli Reykjanesbæjar. En við byrjum þáttinn í Höfnum. Gísli Kjaran Kristjánsson tónlistarmaður búsettur í Höfnum á Reykjanesi. Þar býr hann ásamt konu sinni, Elísu Newman, og dóttur þeirra, en þangað fluttu þau í kyrrðina eftir að hafa unnið við tónlist víðsvegar heiminn. Eftir að hafa búið í Los Angeles flutti Gísli til London þar sem hann sneri sér að upptökustjórnun og lagasmíðum fyrir aðra en gaf þó út eitt og eitt lag sem nutu velgengni í íslensku útvarpi. Gísli gaf nýverið út plötuna The Skeleton Crew sem fyrsta plata hans í 15 ár. Hann segir það skapandi að semja tónlist í Höfnum og bauð okkur heim til sín í stúdíóið. Fyrsta plata sem hún gefur út núna í 15 ár? Já. Svolítið tími síðan síðast? Já, smá pása. Af hverju ertu að gefa þetta núna út 15 ára síðan? Bara eitthvað, þörfin kom bara einhvern veginn tilbaka að gera það. Ég er búinn að gefa út eitt og eitt lag svona hér og þar og finnst það var gaman, bara svona það svona smá kýtlar egoið, þú veist, að fara með eitt lag í útvarpið og heyrum með útvarpið, gaman, þú veist. Og svo það bara verið nóg hingað til og þú veist, fólki finnst það skemmtilegt og eitthvað. Og svo hugsaði bara eitthvað, verða fullorðið, út í blödu og svo bara gerum við það. En ég held að segja einhverju leiti þá svona ekki einhver svona stífla en bara einhver svona lítill áhugi og eitthvað svona og svo núna hefur það, veit ekki út af hverju, en bara breyst einhvern veginn og nú langum bara að gefa út meira. The world isn't fucked up, it's you, oh yeah. Ég hef alltaf verið í tónlist alveg bara frá pínulítill sko. En það er bara alltaf sem trommari og eitthvað lúðrasveit og þú veist, eins og flestir byrja, eða rosa margir alltaf. En þannig að, já, svo bara leiðir svona eitt af öðru sko, þú veist. Byrja að semja lög, þú veist, þó maður alltaf langar til þess, en út af svona nauðsyn. Og svo byrjar maður að taka upp af því að það er enginn annar til að gera það. Og þá þarf maður bara, já, þessi tæki gerir þetta, og nú skil ég þetta, klippa þetta og eitthvað. Og svo allt í nefn bara, þú veist, rúlla maður með það, sko. Og svo hugsa maður, þetta er að vera hljómborð, ég kann ekkert á hljómborð. Það var bara, sittum við viku að læra á hljómborð. Ok, nú getum við tekið hljómborð. Það var það komið. Og svona bara vindur þetta upp á sig einhvern veginn, sko. Bara, já, gaman á banninu í þessu lagi. Ég kann ekkert spila á banninu, kaupum við banninu, geggjað. Þú ert ekkert að hringja þá bara í bannuleikara, þú bara ferð því að sjálfur? Nei, af því að, þú veist, annað fólk gerir ekkert það sem er inn í hausnum á mér, þú veist, ég þarf að fá það út. Og það er, þú veist, ábyggilega eitthvað svona, þú veist, þetta hljómar rosalega svona hrokafullt og eitthvað svona control-freak dæmi, en það er ekki það, sko, það er bara, þegar maður hefur hugmyndir að lögum og einhverju stemmingu og eitthvað svona, þá er bara langeinfaldast að ná því bara sjálfur, frekar en að sitja í 3 vikur og útskýra fyrir þér hvernig ég vill að þetta sé, þú veist. Af því að leið og kemur einhvern annað, ég byrjum að taka upp heilt lag og þú veist, og þá vantar bara pínlítið gítar. Og svo fæ ég einhvern vinn með þess að gera, eins og ég gerir stundum. Það breytist feelingurinn, þú veist. Hann kemur bara með sitt, þú veist, sem hann náttúrulega á að gera. Ég vill ekki heldur segja fólki hvað á að gera, heldur bara frekar að kemur með eitthvað flott inn í það, þú veist. Bætir ykkur við það sem ég hefði ekki fattað, þú veist. Og ég hef bara stundum erfitt með það, sko. Hvernig svona ferli, einmitt bara frá því að þú komið hugmynd og yfir í það að þú gefur lag út? Það getur verið alveg rosalega gerst alveg rosalega hratt. Stundum gera það þegar maður er heppinn. Stundum getur það tekið, þú veist, elsta lagið sem er á þessari plötu sem ég var að gefa út er alveg 2-3 ára, sko. Þá tók ég bara upp gítar, trommur og bassa, söng og fannst það alveg hræðilegt og bara setja bara hún í ykkur skúfu og svo bara einn daginn, hreinlega bara núna daginn, þá bara opnaði ég eitthvað eldgamalt lag og bara eitthvað að skoða
og svo bara, hei, þetta lag er bara ekkert svo slæmt. Það sem vantar bara hérna, þú veist, þetta og þetta. Það var þetta bara komið. Allt í einu var bara smellur eitthvað saman, veist eitthvað. Þurfti bara kannski aðeins að hækka í basanum, þú veist, bara eitthvað. Það er oft svo lítið sem að þarf til, þú veist. En að því bara að þetta gleða sjálfum mig, þú veist, og svo bara vona að einhverjum öðrum finnst þetta skemmtilegt, þá vinnur maður aður í svona forsendum heldur en maður kannski að reyna að búa til eitthvað pop-hit, þá eru bara alltaf aðra reglur og þá meira svona eins og að fara í vinna fyrir mér. Þú veist, þurfum við að gera svona og svo gera svona og þetta virkar, ég veit að þetta virkar ekki, þetta er ekki sniðugt og eitthvað svona. Þú ert núna alveg svolítið öðruvísi umhverfi hérna í Höfnum heldur þú ert búin að vera eins og hvað þegar þú gafst út síðustu plötu. Já. Þú ert búin að vera svolítið að ferðast heiminn að vinna í tónlist. Já, ég alveg út allt sko, þú veist, gerði eina plötu í Los Angeles sem var átt að vera sko önnur sólóplata mín, hún var aldrei komið út. Og svo fór ég bara út í að taka upp fyrir aðra og vinna með öðrum og svona og þá hef ég gert plötur náttúrulega í Noregi og í London og gerði plötur í Minneapolis og Trinidad, Karabíska hafinu og þú veist bara svona fáránlegustu stöðar, einhvern veginn. Svona druslað bara að gera þetta, það er stór skemmtileg. Hvort er skemmtilegra að vera að taka upp fyrir aðra eða gefa út efni sjálfur? Það er skemmtilegast að blanda því, að gera þetta skiptis og þetta er náttúrulega bara þú veist, að grafa svona mikið í sínum eigin haus til að semja sinni eigin tónlist og eitthvað er bara óholt held ég. Og það var hlutið ástæðan fyrir ég stoppaði svona lengi líka, þú veist, ég gerði samdi og gerði 2 plötur og túra ógeðslega mikið, þú veist, Evrópu og England og rosa mikið og þú veist, og svo byrjar maður eitthvað svona næstu plötu og viðtöl og eitthvað svona og maður svona, þetta er bara ekki sniðugt sko, þú veist, syngja lög allan daginn sjálfan sig og fara og tala sjálfan sig, gera þetta er bara, þetta er ekki sniðugt sko. Þannig þurfti bara rosa að skipta fókus yfir á eitthvað annað sko. Svo get ég gert þetta og svo held ég bara að vinna með öðrum og gera eitthvað annað. Eins og hljóðblöndun, hefur þú lært þetta bara sjálfur? Því sjálf lærið bara með mjög margt í tónlistinni? Já, jú, maður lærir þetta aldrei alveg, þú veist. Það er svona hluti sem er svo gaman, maður er aldrei búinn að læra þetta. Að svona á svona mörgum ástæðum, þú veist, þetta er aldrei búið, þú veist, þú sé búið að gefa plötuna og það þýðir ekkert að ég sé ánægður með hvernig þetta er, þú veist. En það er svona hluti sem maður þarf að læra, maður þarf bara að sleppa hlutunum. En maður er aldrei búinn að læra þetta. Þú veist, það er ekkert engin endastöð í þessu, það getur alltaf verið betri og betri og þú veist, bara gefur plötu og svo árið seinna og hlustar á hana og bara, ég er bara að læra miklu meira, ég hef gert miklu betur núna en sem þá, þú veist. En það er eitthvað við það sem er svo heillandi að maður er bara, þú veist, þessi svona þróun stoppar aldrei. Nýja plata þín. Já. Geturðu sagt mér bara aðeins frá henni? Hvað snýst hún og svona, hvernig tónlist er þetta? Það byrjum við á því. Þú ert að vera djúpur. Já, þetta er rosalega djúpt stöf. Nei, ég veit það. Þetta er rosalega sjálfhverft allt saman, sko. Eða svona byrjunarreitur en þannig séð, sko. Og eitthvað. Hvernig tónlist er þetta með mér? Lýsa því. Þú veist, þetta er kallað eitthvað svona indie rock, indie pop, eitthvað, þú veist. Svona stundum svolítið sorgmætur maður með gassagítar. Horfir á sjóinn. Horfir á sjóinn, einn út í sveit. Það er rosa flott lýsing. No need to pretend. I'll catch the words that fall out of your mouth and I'll place them on a shelf. Ég spila á, sem sagt, bara, ég gerði plötuna þannig séð. Elisa Newman, kona mín, hjálpar mér stundum, spilar á fiðlur og syngur bakgræti. Og dóttir okkar hefur tekið sér til að spila alveg slatta líka. Hún spila næst mest á plötuna eftir mér. Dóttirin hvað gömul? Hún er 5 ára. Hún hefur engan áhuga á þessu. Hún kemur hérna annars lagið og segir, pabbi það vantar svona hljóð í lagið þitt. Og svo tekur hún bara eitthvað og spila. Ég bara, já, það er alveg rétt þess. Og svo verður ég bara að finna mikrofón, setja hann upp og hún spilar, setur þessi heyrnartól. Við gerum aftur að tónstíka. Já, alltaf með. Það er ekkert verið sem fyrir hann að græða þegar 5 ára? Nei, henni finnst það ekkert merkilegt, sko.
svo eitthvað segja með henni spila fullt á flötum og svona bara, Svo bara alin upp í tónlist? Já, ég nú, maður reynir nú að vera ekkert að þröngva þessu upp á hana, sko. Það sé ekkert sniðt, en þetta bara svona hluti af hennar umhverfi. Við fluttum svo frá London í miðbæ Reykjavíkur og þar fengum við einhvern veginn svona allan hávaðan og lætin eins og voru í London, en var samt ekki jafn spennandi á London. Þannig þá hugsaði maður, þetta er ekkert skemmtilegt og bara flýja, fara að fyrir bara langt út í sveit. Mikið skemmtilega. Er Elís ekki hérna, er það byrjað mér? Jó, sko pabbi hennar ólst upp hérna í Höfnunum, sko. Hún bara ólst upp í Keflavík. Já, ok. Hvernig er svona hefðbundinn dagur hjá þér í Höfnum? Eru þeir ólíkir eða? Mér langar að segja þessu Bubbi Mortens. Ég sest út og hugleiði í 45 mínútur. Það er samt ekki alveg þannig. Nú, jæja. Nei, ég veit það ekki. Bara vakna og drekkur eins mikið kaffe maður getur og reyna að semja lag. Hlustarðu mikið íslenska tónlist? Já, alveg helling, sko. Mér finnst þetta bara alveg frábært, þú veist. Það er gaman að sjá hvað þetta er allt sem mann alltaf verða betra og betra. Þú veist, svona á svona, þú veist, gæðin er alltaf að verða meiri og meiri, þú veist. Og þetta er bara að keppa við allt í útlöndum og allan hátt, ég veit þetta er óbyggt allar, en samt staðreynd, þú veist, þetta mainstream poptónlistin var ekki svona á Íslandi, en hún er orðin það núna, þú veist. En svo er svona þróun í svona tónlistastefnum og svona, mér fannst þetta vera aðeins meira svona klikkun áður fyrr, þú veist, það voru klikkaðar hljómsveitir út allt, sem voru bara að gera eitthvað steypu, þú veist, það var að koma útlendingar til Íslands og bara svona, jeez, hvað er að gera þetta með þér? Og núna er þetta aðeins meira svona, þú veist, fáað, en þú veist, svona mainstream pop bara. En samt mikið af góðu fólki, þú veist, mikið af góðu söngkonum og þú veist, góðir margir þessi rapparar og allt þetta þess að það fyllt af flottum hljómsveitum líka. Og sem bara gaman að sjá hlutina þróast bara. Er ekki mikill munur að vera í þessum tónlistarheimi eins og til dæmis í London og LA og koma síðan til Íslands og vera í Höfnum að vinna í tónlist? Jú, það er svolítið mikill munur. En þú veist, upp á að vera skapandi og eitthvað svona þá er fátt betra en að sitja hérna, þú veist, og horfa út á sjóinn bara. Og á eldegi og meðan maður er að semja lag, það er ekkert slæmt, sko. Í stórborgum verður bara oft mikið, þú veist, sem truflar mann. Allir vinnudagar í London enda á því að fara á pubinn. Það er svona misgott, það er rosa gaman. Los Angeles og allt öðru sig, það er allir bara rosa heilsufrík, þú veist, og bara eitthvað. Og svo er líka bara stemmingin, þú veist, Los Angeles hjálpast allir úkslega mikið að. Og London er meira svona fólk að vinna fyrir sig, svona, þú veist, ekki, ég er neikvæðan átt heldur meira svona, hérna, ég er ekki að hluta á mína og svo, hérna er hún, þú veist. Ég er ennþá ekki búinn að fatta hvernig þetta er á Íslandi, en þú veist, já, það er bara mismunandi stemming. Ég náttúrulega finn það ekki hérna, það býr enginn hérna. Varnarliðið skipaði stóran sess í atvinnulífi Suðurnesjamanna í nær hálfa öld, en nú er þess minnst á sérstakri sýningu sem opnuð hefur verið í Dús safnahúsum. Við erum að setja upp sýningu sem heitir Varnarliðið Verstöð og hún er sett upp á tilefni því að við erum að safna núna hjá Byggðasafni Reykjanesbæjar öllu sem við komumst yfir sem tengist veru varnarliðsins og samskiptum varnarliðsins og varnarliðsmanna við Íslendinga. Hvernig var fyrir íbúa í svo litla sjávarþorpi sem Keflavík var þá að fá þessu stóru herstöð í bakgarðinn hjá sér. Þetta hefur verið alveg gjörbylding og við sjáum náttúrulega ýmislegt í íslensku samfélagi sem
sýnir okkur þessa breytingu. Braggarnir, það kannast á flesti við braggablúsin, herjepparnir, eins og þennan sem við erum með hérna fyrir innan. Þetta hvort þekja gjörbreytti miklu í íslensku samfélagi. Fyrst rísa braggarnir og fólk nær að komast af úr sveitunum á möluna, býr í braggar til að byrja með. Braggarnir voru ekki nógu fínir, þannig að þá byrja menn að byggja svona betri hús, verkamannabústaðir og þess og þar. Og það gildir einu hvort það sé hérna á Suðurnesjunum eða höfuðborgarsvæðinu hvar það er. Og þessi braggi hérna fyrir aftan þig, hvaða braggi er þetta? Þessi braggi var reistur líklega 1943 og var þekktur sem braggi sölunefndar varnarliðsegna á Keflavíkurflugvelli. Og hann var í notkun í rauninni alveg þangað til herinn fer 2006. Það er síðan 2010 á nýársdag sem að einhverjir brennuvargar kveikja í honum og þar mistu við mjög miklar menningarminjar vegna þess að þetta var seinasti bragginn af þessari gerð sem stóð upp á flugvelli. Hvernig kemur þú inn í þetta allt saman, þessi sýningu? Sko, ég kem inn í þessa sýningu sem aðili sem að stýrir söfnun varnarliðsmunna fyrir byggðasafnið og vorum að fá rausnarlega gjöf frá Isavia, flugbrautar, járn og fleira. Og ég kem að þessari sýningu þannig. En þú ert lærður hvað, þjóðfræðingur? Ég er þjóðfræðingur og skjalfræðingur og vélvirki. En þú hefur mikinn áhuga á alls konar svona? Já. Já. Það er örugglega mynd af mér í orðabók Háskólans sem ég grúskara. Og braggari hefur mér alltaf þótt svolítið svona heillandi. Kannski fyrir það hvað þetta er ótrúlega sterkbyggðar byggingar, þrátt við að vera óttalegt pjátur. Það er örþunnt efni í þessu öllu saman, en samt stendur þetta af sér verstu veður og meðan að vindurinn er ekki inn í þá. Og því eftir að bæta alveg einhverju við hérna, og koma svið og svoleiðis? Já, við ætlum að setja sennilega setjum við örlítið svið inn í hann til þess að bæði að segja frá, ég kem til að segja frá minni BR-ritgerð. Og síðan ætlum við að bjóða mönnum að koma og segja sögur og taka þá upp þær sögur. Og það verður auglýst sérstaklega þegar þar að kemur, því að þessi sýning kemur til með að standa fram yfir ljósanótt. Það verður eitthvað gaman og spennandi. Og opin öllum sem vilja eða? Já, það kostar náttúrulega inn á safnið, en svo er náttúrulega eins og á ljósanótt, þá er frítt á safninu. Og það er náttúrulega mesti fjöldin er þá, en safnið er opið öllum í rauninni. Hvernig er að rifja þetta allt upp svona núna, svolítið seinna? Það er svolítið gaman og eiginlega meira en bara svolítið gaman. Það er virkilega gaman og spennandi. Og það er fyrir svona grúskara eins og mig að þá er þetta, maður er svolítið að rífa upp svona gamla torfur og sjá hvað er undir. Bragginn er bara eitt stórt dæmi þó hann sé hérna er rauninu bara hálfur og svolítið svona þreyttur greið. En svo er bara allt annað sem tengist þessu líka. Það eru saga Patterson-flugvallar, saga Keflavíkurflugvallar, byggðana á Suðurnesjum og þróun þeirra. Þetta hangir allt saman á sömu spýtu. Það er náttúrulega líka bara atburðir sem að snerti Suðurnesjumina svo miklu leyti. Já. Það er fullt af Suðurnesjumönnum sem að eiga ættingja sem að giftust Bandaríkjamönnum, bæði í stríðinu og alveg framöndan til herinn fer 2006. Þetta var stærsti vinnustæðurinn á Suðurnesjum. Það var æðisvart í atvinnulífinu þegar herinn fór. Vísu rifi okkur upp dálítið hressilega en það er samt. Ég er ennþá að hitta fólk sem segir ég vil að herinn væri þetta ennþá. Hvaða bíll er þetta, segirðu? Þessi bíll er stórleikari. Hann fór með stórt hlutverk í Clint Eastwood-myndinni Flags of Our Fathers. Var þar í mörgum senum að mér skilst. En Tómas Knútsson fekk bílinn til varðveislu og gerði hann upp. Bílinn er núna í dag eins og nýr. Og þetta er Ford árið 1943 og þessi bílar ásamt
því sem við þekkjum sem Willys frá Jeep, að þeir eru svona forsvaran af því að túristajeppar í dag eru eins og þeir eru. Því að þetta eru fyrstu kynni Íslendinga af fjórhjóladrifnum bílum. Það eru akkurat svona bílar og breyttu virkilega miklu í ferðamennsku og samgöngum á Íslandi. Verður eitthvað fleira til sýnis á? Já, það verður meira til sýnis, hluta af þessum Bretajátum eða flugbretajátum sem við erum með þarna. Þau verða hérna ásamt fleiri munum sem við erum bara eftir að koma með. Okay. Þannig að það er bara að koma á sýninguna og sjá það sem við verðum með. Ertu spenntur fyrir opnuninni? Já, alltaf gaman að opna nýja sýningu. Búið að vera mikil vinna við að koma öllu saman? Já, það er búið, hjá mér er búið að vera svona hátt í mánuð að vinna, undirbúa braggann og á reisan. Þannig að þetta er hellingsvinna en skemmtileg vinna. Hverjir ættu að koma hingað á föstudaginn og skoða? Bara, ég held allir. Þetta hentar, áhuga fólki, fólk sem hefur áhuga bara á samskiptum fólks, fólk sem hefur áhuga á sögu. Ég held að flestir geti fundið eitthvað hérna sem að hentar og höfðar til þeirra. Í Safnahúsum í Reykjanesbæ opnuðu 2 aðrar sýningar auk varnarlið sýningarinnar sem við fjöllum í þessum þætti. Fjölskyldumynstur, sýning listakonunnar Erlu S. Haraldsdóttur var opnuð í listasal Safnahúsa en hún inniheldur ný málverk og litografíur byggðar á fjölskyldusögu og endurminningum en Erla fann tengingar við myndefnið í abstrakt mynstrum Ndebele ættbálksins sem hún kynnti sér í vinnustofu dvöl í Suður Afríku. Myndirnar sem Erla S. sýnir eru meðal annars komnar vegna áhuga hennar á að kynnast uppruna sínum, formæðrum og ættkonum, samtímis því að Erla kynni sér menningararf kvenna í annarri heimsálfu, minnir hún á að í dag lifum við í heimsþorpi þar sem ólíkir menningarheimar þurfa að vinna saman í sátt og samlyndi. Auk hefðbundinna verka Erlu S. eru á sýningunni mynstur unnin beint á veggi og hafa nokkri nemendur úr málaradeild myndlistaskólans í Reykjavík aðstofað við gerð þeirra. Þriðja sýningin í Safnahúsum kemur úr safni Byggðasafns Reykjanesbæjar. Á henni eru sýnd verk eftir Benedikt Gunnarsson listmálara, en fjölskylda Benedikts gaf safninu nokkur málverk í vor ásamt skissum af steindum gluggum sem Benedikt vann fyrir Keflavíkur kirkju árið 1977. Þegar kirkjan var færð til upprunalegs horfs árið 2012 voru gluggarnir teknir niður og settir í geymslu, en nú má sjá 6 þessara glugga á sýningunni í bíósalum. Alla sýningarnar í standa til 18. ágúst, en safnið er opið alla daga frá klukkan 12 til 17. Bæjarstjórn Reykjanesbæjar heldur sérstakan hátíðarfund í Stapa þriðjudaginn 11. júní klukkan 17. Þá verður því fagnað að 25 ár eru liðin frá stofnun Reykjanesbæjar og fyrsta bæjarstjórn nýs sveitarfélags tók til starfa. Bæjarbúum er boðið á fundinn og til kaffisamsætis í Stapa að honum loknum. Þegar litið er aldarfjórðung aftur í tímann má sjá að ekki gekk allt snurðulaust fyrir sig. Eftir að íbúar í Keflavík, Njarðvík og Höfnum höfðu samþykkt sameiningu í kosningum 5. febrúar 1994 hófst nafnamálið mikla sem var mikið hitamál. Margir vildu fá nafnið Keflavík á sameinað sveitarfélag og enn aðrir Suðurnesjabær sem sveitarfélagið var kallað eftir fyrstu nafnakosninguna 16. apríl 1994. Ári síðar var hins vegar samþykkt að nýtt sameinað sveitarfélag fengi nafnið Reykjanesbær. Nýsköpunarfyrirtækið Geosilica á Ásbrú setur stefnu sína á erlendan markað og á nú í viðræðum við aðila víðsvegar í heiminum sölu og dreifingu á bæði Geosilica vörum og hráefni. Vörurnar hafa vakið gríðarlega athygli allan heim. Erlendir aðilar eru mjög heillar af því hvað varan er hrein og einnig er framleiðslu aðferðin eitthvað sem þekkist hvergi annars staðar. Miðað við þær viðtökur sem við höfum fengið erum við spennt að kynna vörun okkar fyrir heiminum, segir Fida Abu Líbdek, framkvæmdastýra og stofnandi Geosilica. Suðurnesjamenn gáfu tóninn inn í sumarið með 2 bæjarhátíðum síðustu helgi. Sjóarinn Síkati var á sínum stað eins og undanfarin ár og þótti hátíðin takast vel í Grindavík. Dagskráin var fjölbreytt og margir mættu og fögnuðu með Grindvíkingum. Í garðinum var sólseturshátíð þjóðstartað en hún hefur vanlega verið í kringum Jónsmessu.
Hátíðarhöldin voru heldur ekki á Garðskaga þar sem þau hefa verið, heldur inni í bænum. Margt var í boði alla sólsetusvikuna í garðinum, sýningar, uppákomur og fleira og þótti takast vel til. Við endum þáttinn í bíósal Dús safnahúsa en þar fóru fram tónleikar pólska þjóðlagahópsins Vatra. Hópurinn kom til Íslands í tilefni þess að 30 ár eru nú liðin frá því að Jóhannes Páll Páfi annar heimsótti Ísland. Leið og við þökkum fyrir áhorfið er rétt að minna á aðra miðla okkar hjá Víkurfréttum, en Víkurfréttir er vikulegt fréttablað sem dreiftir inn á öll heimili og í fyrirtæki á Suðurnesjum í hátt í 10.000 eintökum. Hægt er að fylgjast með fréttum á hverjum einasta degi inn á vaff.is og golffréttum á kylfingur.is. Takk fyrir okkur, verið sæl. Fyrsti forseti lýðveldisins, eins og við öll vitum, var Sveinn Björnsson. Í kjölfar hans kom einhver Ásgeir Ásgeirsson. Við komum til móts við þig. Spennandi og fjölbreytt nám lagað að þínum þörfum. Kynntu þér málið á keilir.net.